Velkomin aftur í föstudagsþáttinn. Það ýmislegt á döfinni hjá okkur og eftir helgi þá byrja aftur nýjir þættir af Að vestan. Ég komin í samband við Hlédísi Sveins og Heiðar tökumann á Akranesi og þau ætla aðeins að segja okkur frá nýju þáttunum. Hlédís, við hverju má búast? Nú það bara áframhaldandi samfelld veisla af vestlendingum. Við ætlum bara að fjalla manneskjur, mannvirki, dýr, viðburði og eiginlega bara hvaðina sem okkur dettur í hug. Allt saman alveg rosa skemmtilegt og mjög áhugavert, en það líka svo gaman við þess að þetta að hversdagurinn áhugaverður. Við erum að varpa ljósi á eitthvað sem að kannski fær ekki ljós á sig annars og við fáum að skyggnast inn í það. Mér finnst það líka alveg ótrúlega skemmtilegt. Þið eru engin nýgræðingar í þáttagerð hérna N4 að vestanþættirnir hafa lengi verið í ykkar öruggu höndum. Hvernig eru svona viðtökur heimafólks finnst ykkur við þáttunum? Já, þetta búið að vera alveg ótrúlegt ævintýri. Ég held okkur sé alveg óhætt að segja að viðtökurnar hafi verið bara alveg frábærar. Við allavega heyrum ekki neitt annað, kannski best blótu okkur bara ekki. Það var einu sinni sett út á og ég sagði ok mjög oft. Ég reyndi í svona 2 þætti að venja mig af því en það erfitt að kenna gömlum hundi að sitja og ég verð bara að afsaka það hér með að ég segi ok og mér virðist ekki takast að venja mig af því. En fólk virðist bara vera þakklátt fyrir umfjöllun af landsbyggðinni og bara hinn venjulega íbúa þar og það alveg jafnt við bara íbúana sjálfa sem og sveitafélögun sko. Maður finnur það líka úr svona stjórnsýslunni að fólk þakklátt fyrir að það sé verið að sýna frá því sem verið að gera og já, bara heilt yfir erum við ótrúlega þakklátt fyrir áhorfið. En hvað eru þið eiginlega búin að gera marga þætti? Já, það var fyrsti þáttur með Vatnshelli og fleira var annar það. Nei, við vorum að ræða þetta daginn. Við byrjuðum í byrjun árs 2016 og erum búin að gera 62 þætti af Að vestan, allavega það, og það má margfalda það með 4 sem það alltaf 4 innslögu hverju þætti og það alltaf allavega 1 viðmælandi og stundum miklu fleiri, þannig að margfaldiði nú, ég veit ekki hvað það eru margir viðmælendur en það örugglega hvað 300-400, eða ekki? Það allavega einhver ofboðslegur fjöldi en það af nóg að taka, það alltaf eitthvað skemmtilegt í gangi. Við erum alltaf að heyra okkur nýju þannig að við erum einhvern veginn ennþá við lendum ekki í neinum vandræðum sko. Við fáum góðar ábendingar og erum með lifandi skjal sem við höldum alltaf utanum þó við séum ekki tökum og jafnvel í bara pásu á þáttum að þá erum við alltaf að skrá hjá okkur hugmyndir og það ratar ef það fer þá ekki núna í tökur þá kemur það bara inn næst og þannig að já, þetta eru 62 þættir sinnum 4 allavega. En gengur alltaf vel að fá viðmælendur? Fáið þið stundum einhverjar ábendingar? Já, sem betur fer, þá fólk alveg að lauma að okkur hugmyndum, en við erum líka ágætlega tengd og eiginlega alltaf með eyru og augu opin. Og eins og ég segi, við skráum þetta hjá okkur í svona lifandi skjal, jafnvel þó við séum ekki í upptökum og vitum ekki eins og hvort að við séum að fara eða hvenær við förum, að þá höfum við alltaf þetta skjal að leita í. En við þiggjum auðvitað allar ábendingar alveg fegins hendi. Það gott að hafa fólk allstaðar, þetta stórt landsvæði og maður getur að sjálfsögðu ekki alveg verið með puttan og púlsunum allstaðar og þá mjög gott að fá hjálp frá heimafólki. Og já, hvað ég segja, við erum bara rosa þakklátt traustinu, við fáum eiginlega alltaf já frá viðmælendum. Auðvitað höfum við fengið nei, stundum bara hentar það ekki, gengur ekki upp, segja kannski seinna næst og þá gengur það upp í næst þegar við erum í tökuferð að taka fyrir næstu seríu. Við höfum alveg fengið nei held ég, en kannski ekki svona þvert nei. En mér þykir eiginlega alveg ótrúlega vænt hvað allir eru tilbúnir að taka frá tíma, deila, gefa innsýn í sína reynslu eða sitt líf, sín verkefni og hliðra alls konar og taka á móti okkur og þó að innslagið í sjónvarpinu sé 5-6 mínútur að þá þetta klukkutíma truflun í vinnu eða einkalífi eða hverju sem og yfirleitt fáum við líka bara alltaf svo ótrúlega notalegar viðtökur. Það fullt af viðmælandum sem manni bara þykir alveg ofboðslega vænt sem maður þekkti ekki áður sko. Og fyrir það erum við þakklátt og þættirnir eru þetta bara viðmælendurnir og viðmælendurnir eru þættirnir. Þetta ekki Hlédís að vestan, þetta að vestan, þetta fólkið á Vesturlandi og mitt hlutverk bara að halda dúskinum svona á þokkalega réttum stað
og þegja meðan að viðmælandinn að tala, sem í mínu tilfelli eiginlega alveg full vinna. En mér gengur svo sem ágætlega, ég er komin í æfingu við að reyna að þegja á meðan. En þetta hérna, já, eins og ég segi, við fáum já og yfirleitt, já, og fólk tekur mjög vilji og tekur vel á móti okkur og það alveg þakkarvert. En eitthvað skemmtilegt búið að eiga sér stað í tökuferðum nýverið? Einhverja skemmtilega sögur? Já, með það undanfarið, þá ertu ekki að tala frá 2016. Sko, ég veit nú ekki hvort það sé mér til framdráttar að tala þetta í sjónvarpi né við þá yfirmenn mína hjá N4. En þegar þetta byrjuði, þetta byrjuði 2016, að þá var ég eiginlega í bara algjöru burnouti, ekki hvað við kemur vinnu, heldur bara svona almennt. Búin að eiga dálítið töff tíma í lífinu og ég held svona eftir á hyggja að þá hef ég verið bara í dálítið miklu burnouti og fólk yfirleitt tekur sér frí þegar svoleiðis er. En mér fannst sniðugt að skella mér í þáttargerð. Birtingamyndin svolítið minnisleysi og ég man ekki nöfn og elskulegi tökumaðurinn minn er mér til halds og traust. Við erum auðvitað 2 í þessum þáttum og hjálpumst að með allt sem við getum. Og það þannig að ég man í alvörun ekki sko bara nafnorð. Það eru nöfn á fólki, fyrirtækjum og öðru bara sem bara með stórum staf. Að það eins og það hafi dottið út. Og ég get kynnt fólk inn bara með einhverju allt öðru nafni. Og sem auðvitað býður upp á mjög vandræðilegar senur og svolítið mikill ísbrjótur og örugglega mjög óþægilegur ísbrjótur fyrir viðmælendur og það kannski rétt að biðja það bara afsökunar núna í beinni. En þetta hefur verið svolítið svona, við erum svolítið töff en við erum náttúrulega orðnir góðir vinir og erum náttúrulega, þessar tökuferðir eru þræl skemmtilegar oft á köflum og þetta gaman að hitta alla viðmælendurnar en svo erum við mikið að keyra á milli og svona og erum alveg að koma okkur í vandræði. Kannski aðalega ég en hann hefur líka átt svona sína kafla sko. Mér langar að taka, mér dettur í huga eitt atriði í Búðardal að þá datt út, það kemur einstaka sinnum fyrir að við missum viðmælanda bara alveg á þegar við erum komin á staðinn. Við reynum að taka upp 4-5 innslög, upp í 7 ef við getum, það langur dagur og þá datt út einn viðmælandi í Búðardal og mér verður litið á svona korktöflu í búð þar í bæ og sé svona líka flott handverk hjá manni sem að ég ákveði að rífa upp símann og bjalla á og hann var til í einslag en var alltaf að tala að hann þyrfti á ákveðnu tímapunkti að ná í konunni sín á flugvöllin og þannig að við vorum að reyna að púsla þessu og ég var að veltaði fyrir mér ég lét þetta nú ekki stoppa mig, ég var ekki að kveikja á perum þarna en ég var alveg já og við vorum búin að mæla okkur mót með þetta fallega handverk og það var samt allt svona svolítið skrítið, þetta púslaðist eitthvað illa og það var ekki fyrir heldur í þriðja símtali við hann þegar ég var eitthvað svona já hvert ertu að sækja hann á flugvöll segirðu og þá var það á Ísafjörð og hann bjó á Tálknafirði alls ekki á Vesturlandi heldur Vestfjörðum þannig að ég var búin að bóka hann mann sem var eitthvað lengst í burtu og þetta var bara þú veist minnið og bara kveikjuþráðurinn svo ótrúlega langur að ég eins og ég segi ég var komin bara hálfa leið í tökur þegar ég fattaði að hann var alls ekki staðsettur á Vesturlandi. Nú við höfum líka lent í því, þetta svona þetta beinist nú alltaf að svona minninu og illa áttu þarna á löngum köflum þarna þegar vorum að byrja, þá vorum við með viðmælendur út af stofnun nýrra félagasamtaka og ég heyrði nú í upplýsingamiðstöðinni á staðinum í sveitarfélaginu sem að benti mér á þessa viðmælendur og og ég heyrði í konunni og var búin að mæla mér mót við hana, eitthvað hef ég nú verið að flýta mér í símanum að ræða við hana þetta því að þegar við mætum á svæðið og búin að setja hljóðnemana á þau og myndavélin til og kveikja á henni og ég fer að spyrja þau félagasamtökin, þá kom í ljós að þau voru bara alls ekki í þessum félagasamtökum og hefðu ekki huga á gangi í þau sko, þannig að það var svona pínulítið tvist þarna, en þetta allt, og svo eru viðmælendurnir bara svo yndislegir sko, að það það bara hægt að hlæja þessu og allir hafa einhverja sögu að segja frá. Svo ég geri ekki bara lítið mér, þá langar mér aðeins að gera lítið úr tökumanninum. að við höfum líka verið að taka innslag þar sem að ég sá svona eitthvað pínu fát á mínu manni með kamerun og við erum alltaf búin að vinna svolítið lengi saman að ég sé að það eitthvað svona bara, já, allt í lagi? Já, segir hann. Og svo fyrir við eitthvað svona aðeins að undirbúa. Svo gafst okkur færi á að fara heim. Ég held að viðmælandinn hafi spurt hvort það væri ekki betra ef við kæmum þegar það væri byrjað að vora, eða væri orðið grænna. Og þá heyri ég, jú, alltaf þessi ekki best, sem að náttúrulega,
þú veist, það ekki tækt að miða út frá því, það get ekki allir fengið hérna viðtal í júni, júli eða eitthvað, þegar blómin eru. En hérna, og svo leiðum við setjumst inn í bíla, þá heyri ég bara, djöfullinn maður, batterið kom ekki með. Þannig að þetta bara í eina skipti sem hann hefur klikkað á okkur. Þannig að við erum ofta að hjálpa staðið að koma okkur út úr okkur ógöngum. En þetta eiginlega allt sem við höfum getað síðan alveg öskur hlegið af í bílnum og bara þegar við erum að rifja upp og svona, þú veist. Þannig að þetta væri ekki skemmtilegt nema við getum gert svolítið grín á okkur sjálf og haft svolítið gaman að þessu. Heyrðu, nú erum við farin að sjást fyrstu jólaljósin hérna á Akureyri, enda svo sem allt orðið snjóhvítt. Eitthvað farið að bera þessu fyrir vestan? Jólaljós segiru, sko, ég veit ekki með ykkur en hér bara ennþá sól og sumar á daginn og bara tiltölulega hlýtt. Ég veit að þið eru í mínu stólu og snjókomu, sko. Það á Vesturlandi bara sól og blíða og það enginn að hugsa jólin hér, sko. Við erum bara ennþá í svaladrykkjum og hérna bara baða okkur í sólskini, sko. En þau verða að setja upp með tíð og tíma. En eitthvað svona að lokum áður við kveðjumst? Já, það ekki bara að minna á nýjan þátt að vestan á mánudaginn, 8:00. Allir bara að sitja smjörgreiddir með bopp frá Havari, það poppað bygg fyrir framan sjónvarpið og stilla á N4. Sjáumst þá. Við þökkum Hlédísi og Heiðari fyrir þetta. Það verður gaman að fylgjast með þáttunum í vetur. Nú ætlum við að fara aðeins í auglýsingar og sjáumst eftir smástund. Jæja, þá komið að því að draga í bókaormsleiknum okkar og það eru heldur betur margir miðar. Bókin þessu sinni Valur eignast systkini. Mjög skemmtileg bók og væri nú alveg til í að vinna sjálfur, satt fyrir að segja. Fyrsti vinningshafi Kristín Ósk Víðisdóttir, til hamingju. Við ætlum að ná í einn miða hérna að botninum og það Jóhann Steinar Jónsson. Þannig að Kristín Ósk og Jóhann Steinar, þið voru að vinna bókina Valur eignast systkini. Til þess að svara spurningunni hvað bók í næstu viku, þá það stóra spurningabókin og það ekki flóknari svo að finna bókaorminn í N4 blaðinu. Ef þið ekki með N4 blaðið, þá getið alltaf fundið á netinu, þannig að það geta allir tekið þátt í bókaorminum.